Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Það er sama staðan í leikjum kvöldsins, förum nánar í það á eftir. En á línunni komin, snegsti Íslendingurinn allan í 100 metra hlaupi. Það er Ari Bragi Kárason sem bætti sitt eigið Íslandsmet nú helgina. Heill og sæll félag og til hamingju með árangurinn. Já, takk kærlega fyrir það. Sæll sem er leiðis. Herðu, hvað er að gerast með þig? Þú bara, virðist vera alltaf að bæta þig núna? Já, þetta lítur vel út núna. Ég var ekki rosalega bjartsýnn í byrjun sumars. Ég var að díla við smá meiðsli svona í enda febrúar, byrjun mars og svolítið inn í mars og inn í apríl líka. Þannig að mitt uppbyggingatímabil var ekki svona alveg eins og planið var. Já. Sem að þýddi í rauninni það að ég var ekki endilega búast í að ég væri að hlaupa neitt rosalega hratt á þessum tíma eins og er hérna núna 3. júlí. Ég var að voru kannski meira 3. ágúst og þá var ég kannski komin á eitthvað tempo sem að væri nær svona kannski þessum Íslandsmet tíma. En þannig að þetta kemur bara skemmtilega óvart og er líka bara svolítið, hvað maður að segja, indikator um að það sé meira til staðar heldur en að planið var. Já. En það er ekkert langt síðan þú fórst svona, má maður segja, svona all inn í spretthlaupi. Já, ég byrjaði að keppa að viti 2014, þannig að má segja að sumari 2014 er fyrsta skipti sem ég sem að byrja að keppa einhverju alvöru. Var aðeins búin að leika mér 2013 en var þá með annan fótinn eða í rauninni báðafættur inn í crossfit heiminum, þar sem ég var bæði að þjálfa það og stunda það líka á miklu kappi. En svo ákveði ég snemma árið 2014 að hella mig svolítið út í þetta sport og leggja skóna á hilluna crossfit megin og já, þannig að þetta er bara búið að vera stutt en mjög skemmtileg vegferð, sko. Já. Og það má segja eins og hvernig sumar er búið að byrja hjá þig, það er kannski búið að koma kannski sjálfum jafnvel óvart. Þú varst meðal annars bara í byrjun sumars, þá varstu það ekki fyrirlið landsliðsins á stórmóti? Jú, ég fekk þann alveg frábæra heiður að vera valinn fyrirlið landsliðsins og bara reyna að láta það ekki stíga mig til höfuð, reyna bara að taka því sem er svona ábyrgðarfullu starfið sem ég get og það er búið að vera alveg frábært að fara nú í 2 landsliðsferðir með hópnum, annars vegar á smáþjóðleikana og hins vegar á Evrópubikar núna fyrir viku síðan út í Ísrael sem var alveg mögnuð upplifun að gangi gegnum og pröfa. Já. En núna eins og staðan er í dag í frjálsum íþróttum, þið eruð ansi öflugir hlauparar núna í spretthlaupi og það má ekki sleppa því að nefna mitt bóðhlaupsveitina frægu sem þú ert í. Já. Hvað fyrir hlustandan, hvaða höfðingjar eru með þér í bóðhlaupsveit? Já, þetta er búið að vera skemmtilegur hópur. Við erum síðan 2014 síðan að ég kem inn í sveitina á mínu fyrsta landsliðsverkefni, þá er bóðhlaupssveit Íslands karlamegin í 400 eða búin að setja met í hverju einasta hlaupi sem að er algjörlega frábært og er einmitt svona það sem við erum að upplifa líka við keppinautarnir, að tímarnir eru alltaf á 2 stig niður og niður og við þrífumst á hver öðrum, maður mætti eiginlega orða það þannig. Já. Og það er búið að myndast þetta alveg frábær hópur og það eru svona örlitlar innanskiptingar í hópnum, það eru Trausti Stefánsson og Ívar Kristinn og Juan Ramón sem hefur verið þarna líka og svo núna síðast Björgvin Brynjarsson Breiðablik sem hefur verið að koma þarna inn líka en uppistaðan hefur verið ég og Kolbeinn Höður, við hefum verið þarna í öllum metunum. Já, talandi Kolbeinn Höður, hann er svakalegur hlaupari mitt líka og hann gefur þér svo sem ekkert eftir. Kolbeinn er náttúrulega ástæðan af hverju, eða ég er alveg á því og við höfum oft talað um það að við erum að hlaupa, við erum að hlaupa út af hver öðrum, við tósum hvern annan niður og hann er náttúrulega með yfirhöndina í 200 metrunum, hann er gríðarlega sterkur 200 metrar hlaupari og það er svona greinin sem ég held að
hann gæti farið bara mjög langt á í og hann núna held ég að fara að hvíla aðeins 400 metra hlaupið sitt sem að var svona það sem honum langaði að einbeita sér að, en núna held ég að hann ætla að fara að leggja alla sína orku og alla sín metna í 200 metra hlaupið sem ég held að sé bara frábær ákvörðun hjá honum. Hann alltaf fyrsti og eini Íslandingur sem hleypur inn í 21 sekúndu í 200 og þar að leiðandi með Íslandsmótið þar og hann var gífulega hraður líka í 100. Við erum báðir komin hann undir 10.6. Hann hljóp núna personal best út í Ísrael og 10.58 sem alveg, þetta eru bara fárlega góðu tímar á meðan við hvar Íslands spretthlaup var til dæmis bara fyrir 4 árum síðan, þá bara vannst á einhverjum sem fór undir 11 sekúndur. Já, nákvæmlega. Það eru náttúrulega kannski spilar inn í, þú varstu mikið í frjálsum þegar þú varst yngri? Ég hef aldrei prófað frjálsar fyrir en bara 2013. Já, þannig að náttúrulega þú væntalega þá að það ekki heyrt bara frá þjálfurum og fleira allan að þá sem hafa verið viðtalið hérna, þeir segja að það spilir svolítið mikið inn í að geta núna hlupið innan hús yfir vetratíman. Já, það náttúrulega svo mikið lyftistöng í þessu samfélagi sem þessu frjálsýta samfélagi að vera komin með þessar hallir tvær til þess að geta æft og lagt metnað að æfa innan hús að einhverju viti sko. Ég bara skil ekki hvernig menn gerðu þetta áður en þessar hallir komu sko. Já, þess að menn voru bara, eins og Jón Arnar orðaði eitthvað tíman, ég var bara elda kvígur á sumrin, vetrartíma, hleypti þeim út og fór að elda. Já, þetta hljóma bara örugglega ekki fjari lægi sko. Nei, nákvæmlega. En svona, það eru alltaf að koma núna nýjir og nýjir hlauparar og þetta er stór kjarni hérna á þessu landi og það er eins og, það sé svona eins og þó þið séu í sitt hvoru félögunum og fleira, þá er eins og þið séu allir svona saman sem eitt lið, bara allir hlaupar landsins, hvort sem það er langhlaup eða styttri hlaupar. Já, þetta er góður hópur. Við erum alltaf, þetta samfélag held ég sé að breytast í það átt að við erum átt okkur og við erum lítið samfélag, þannig við verðum svolítið að halda utan hvort annað. Og ég held að þessi ríkur og meðal félag og svona þetta sé svolítið að fara út úr sportinu og við sem átt okkur að því að við erum bara in it together eins og einhver sagði sko. Já. Við erum líka að sjá þetta hafa alveg rosalega jákvæð hlutir að gerast kvennamegin líka. Það var núna bara fyrir 3-4 dögum síðan annar hraðasti tími íslenska konu að hlaupast núna út í Þýskalandi. Tíana Ósk sem 17 ára gömul, fætt árið 2000 var hann hlaupa á 11.70 og eitthvað sem annar besti tími Íslandssögunar. Þannig að hún 17 ára gömul, þannig að við getum rétt ímyndað hvað í vændum þeim megin líka sko og ég ætla bara að vona líka að fjölmiðlarnir grípi þetta líka, þannig að þetta merkilegt, með hálfri sekúndu frá því að komast inn á Ólympíuleikana sko. Já, nákvæmlega, hálfri sekúndu spáði því, þetta er alveg meira en að segja það. Þetta nefnilega, þannig að þetta alveg frábært afrek og sýnir líka bara þjálfunin að breytast, þjálfararnir að vera meiri upplýstir hvað rétt og hvað rangt og það jafnvel við svona meiri áherslu að vera lögða kannski bara almenna heilsu heldur en einhvers konar afrek á æfingum sko. Og ef maður bara horfir líka á framtíðina þá eru þessi úlingar þau eru svo ótrúlega efnileg svona bara, ef maður horfir bara á Evrópuskalanum. Já. Og það þarf að halda utan þetta. Það þarf nefnilega að halda þetta vegna þess að svona þessi úlinga ég ætla að leiða mér að segja dýrkun sem svolítið svona viðlóðandi kannski í svona íslenska frjálsíþróttasporti finnst mér í gegnum tíðina svona sem utanaðkomandi aðili inn í sportið alveg og kannski svolítið harkalega inn í sportið. Það hefur við fundist svona það eru svona ákveðni svona fasar sem finnst vera viðlóðandi sportið að leggja kannski ofmikla pressu á fólk sem enga veginn orðið mótað til þess að taka við pressunni. Nákvæmlega. Og það þú þarft nefnilega, þetta svo mikið einstaklingssport og þú svo mikið að berjast þig sjálfa þig. Þannig að
ef að hausinn ekki alveg í standi og þú ert ekki kannski að keyra á algjörlega réttum prinsipum, þá voðin vís og þá erum við að missa út held ég rosalega mikil efni mjög snemma vegna þess að þau þola bara ekki álagi. Nei, einmitt. Það búist við svo miklu af þeim og þau finna bara fyrir því án þess að sko tala endilega það. Já, og kunna ekki algjörlega koma í orði líka og viti ekki alveg af hverju þeim líður illa yfir einhverju sem það ætti að vera að líða mjög vel með. Sko. Þetta náttúrulega, í frjálsum, þetta náttúrulega einstaklingsíþrótt. Þú ert svolítið að keppa við sjálfæði og það kemur alltaf við ekki þessi veggur alltaf á ferlinum þar sem þú ert þú þarft bara að berjast við sjálfan andlega. Það náttúrulega bara í formi og það kemur í allra kvikmyndaformi, sko, hvort sem það eru meiðsli eða hvort þú sért kannski að hlaupa svolítið frá þínu besta eða þú ert alltaf að keppa við klukkuna og þú ert alltaf að keppa því sjálfa þetta verður mikið svona díalógur sem fer í gangi inn í haustum á þér. Ertu að gera rétt á æfingum, ertu að gera rangt, ertu að leggja áherslu á hluti sem skipta engum máli, ertu að eyða tímanum bara einhverja dóma vittilsu og hvort þú treystir þjálfarnum líka gríðarlega mikilvægt. Þannig að þetta er rosalega svona krefjandi sport upp á þetta að gera og þess vegna þarf að halda og passa svakalega upp á þetta unga fólk sem að koma inn í gegnum sportið og gengur vel að það fái að þroskast og þurfi ekki endilega að taka við einhvers konar hvernig að vera árásum að þau eigi að ganga vel og skilja ekki því að hverju gengur illa. Það kannski, þetta kannski það helsta vandamáli mitt, það mitt að það veit enginn hvernig íþróttamanninu líður að því að hann á erfiðar að tala það meira eins og þú segir, með þjálfaran að gera, hann getur kannski ekki tala við þjálfaran ef honum illa jafnvel við þjálfaran. Já, nákvæmlega, þetta er bara, það eru svo margir faktorar þarna sem spila inn í að það að kryfja þetta alveg endalaust, en ég held að númer 1, 2 og 3 í svona bara að viðkomandi haldist heill og fá að taka út þroskar sinn og styrkjast og verða og harðna eins og menn segja hérna í sveitinni. Fá að harðna, sko. Já, einmitt. En aftur að þér sjálfum, það náttúrulega miðað við það á hvaða tíma þú ert að hlaupa núna. Ekki bara komið tíma það að þú reynir ekki bara komið markmið að þú farir alla leið á Ólympíuleika jafnvel? Það er stóra markmiði. Það er nú ástæðan af hverju ég að mæta á æfingu á hverjum degi. Það það sem ég langar til að gera. Mér langar til að segja þetta gott þar og það bara markmið sem ég ætla að leyfa mér að setja mér og ætla að gera það algjörlega 100%, setja allt sem ég á í það. Okay. Og bara gríðarlega spennandi. Það náttúrulega, þú ert ekki eitt eins og við erum búin að tala þú ert ekki efnilegur eða nokkuð lengur eða í frjálsum. Hvenær hætti maður, sko maður heyrti mitt þá tölu að maður hætti jafnvel efnilegur í frjálsum kringum 25 ára aldurinn. Já, en það náttúrulega máli, ég byrja í frjálsum 25 ára. Já, nákvæmlega. Þannig að þú ert að breyta með kenningunum. Já, ég held í flokkis bara ekki myndflokk. Nei, nákvæmlega. Það sé svona myndflokkur. Ég bara ekkert að pæla í því neitt rosalega mikið hvað ég sé gamall eða ég hugsa bara hvernig mér líður í dag og hvernig mér líður á morgun og finnst mér þetta gaman og ég kera þetta á mínum forsendum og ég að bæta mig og veit í hvað ég þarf að gera til þess að halda áfram að bæta mig. Og mér finnst þessi hlutir eru svona tiltölulega á borðinu fyrir fram mig og þess vegna er ég að keyra á þetta bara. Ég kynnti þið áðan kynntið áðan sem að þú ert líka eða ekki ásamt þessu, þá vinnaðinn eða ekki líka í tónlist? Jú, ég þess aðeins tónlistamæður. Já, þannig að þetta fer allt saman eða ekki, þú þarft þá eða ekki venjulega að spila á kvöldin? Jú, akkurat. Já, hvernig kemur það svona saman einmitt? Þú ábyggla margoft fengið þessa spurningu. Já, þetta getur oft finnast bara ágætlega saman. Oftast gerir það, stundum náttúrulega finnast þetta ekki rosalega vel saman og þá þarf maður bara svolítið að gera sér grein fyrir hvað skiptir máli og setja hlutina svolítið á borðið og forgangsraða. Og svona þegar svona gengur eins og núna kannski, þá kannski breytast forsendirnar örlítið, maður kannski hliðrar örlítið en auðvitað atvinnan og músikinn númer 1 og sportið númer 2 vegna þess að
sportið á meðan en atvinnan mín og svona, hvað segir maður, minn karriér skiptir mig meira máli hinum megin. Já, nákvæmlega. En þetta eru bara boltar sem ég þarf að jögla mitt á hverjum degi og bara svona að gera tilfæringar og láta hlutina ganga upp. Og já, ég meina eins og ég hef líka sagt áður að sportið 100 og 200 metrar hlaupið var náttúrulega bara áhuga með sem fór aðeins í langt. Og svo sagði ég, við þjálfarum minn núna, bara ég var einmitt á æfingu á hann, ég sagði sko, ég fór, það var svo gott að mæta á æfingu þá minnkaði stressið og þá fekk maður svona, þá gæti maður aðeins fengið að pústa á milli þess að vera að spila tónleika hér og þar og fyrir að koma fram og svona, ekki það vil líka eitthvað illa með það, en þetta var svona mín leið til þess að losna við stressið, en núna eiginlega sportstjórið meira stress, sko, heldur en músíkin. Jú, sér það í ykkur bara stanslausum viðtölum að því þú snöggur að hlaupa. Já, einmitt. Það ekki að hringja því ég flinkur að spila trómpet. Nei. Já, einmitt. En já, það svona, hvað framöndan hjá þér núna í sumar? Já, það náttúrulega skemmtilegt. Það meistaramóti Íslands haldið á Selfossvelli, núna næstu helgi. Já. Og þar stefni ég að keppa bæði 100 og 200 og svo eftir það stefnan tekin á að fara til Írland og keppa í Írlandi og sterkum út í Írlandi og svo að keppa sem boðsgestur á svissneska meistaramótinu þar beint og eftir og svo fer ég til München og keppi þar og svo eiginlega bara komin verkefnahelgi og þá ég að fara að spila í Eyjum á þjóðhátíð. Já! Þannig ég þarf að jögla þessu og láta þetta ganga upp líka. Einmitt, og með hverjum ertu að spila þá á þjóðhátíð? Ertu bara sjálfur? Já, ég að spila með þeim bræðrum, reyndar í Sigurlagi, þeim Friðriki Dór og Jóni Jónssoni. Já. Þannig að það bara æðislega spennandi, æðislega spennandi. Í lokin ánins lettir, ef þú hefðir eitthvað ráð til úlinga sem við erum búin að ræða mitt núna í kvöld, ef þú hefðir eitthvað eitt svona til að segja ef þið finna fyrir mitt þessari pressu, hvað ættu þau að gera? Það bara að muna það að þú færð að mæta á æfingu og þú færð að keppa og þú færð að æfa, þú færst ekki að gera það. Það er enginn að segja þér að gera það. Þú færð að gera þetta og það eru bara forréttindi og svo lengi sem þið líður vel með það og þú hefur ánægju og gamanægju og þú þurft að vera ræktandi inn á því þá áttu bara ekki sleppa takinu og halda áfram. Nákvæmlega. Og ræða jafnvel þjálfarann þó hann þorið ekki? Já, akkurat. Hafa hlutin á borðinu og vera hreinskilning hvernig manni líður og segja þjálfarnum mann fyrir tíðnumstaðar og þetta er engin keppni nema bara við þig og bara njóta þess. Nákvæmlega. Ari Bragi Kárason, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma, bara bestu þakki fyrir að gefa okkur tíma og já, við bara endum við svo Friðrik Dór. Já, takk kærlega fyrir það. Takk svo fyrir, blessaður. Já, bæ. Heyri ekki lengur frá þér